komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og í hingatíminni kominn Sigurður Þórðarson, fyrrum stýrimaður og verslunarmaður, félagi Mýr til 50 ára, til þess að boða aðalfund fyrir hönd félaga sem hafa verið svona hve lengst í félaginu. Það hefur staðið þó nokkur styr félagið en nú loksins komið að því að boða aðalfund og þú ert hingað komin að segja okkur aðeins frá. Já, þegar það hefur ekki, stjórn, það hefur komin í það minnsta 6 ár síðan að þessi stjórn, síðan að stjórn hefur verið kjörin löglega í félaginu og í dóm sem fjall fyrir tæpum 3 árum síðan þá var síðasti aðalfundur sem að haldinn hafi verið dæmdur ólögmætur. Allar ákvarðanir aðalfundarins voru dæmdar ómerkar. Allar ákvarðanir stjórnar voru felldar úr gildi og svo að lokum þá féllst dómurinn á þá kröfu okkar að stjórnin, þessi ólöglega kjörna stjórn, hefði takmarkað umboð. Eins og það var orðað eins og dómarinn orðað að hún hefði leyfi til að kaupa kaffibakka og frímerki fyrir fundaboð og annað slíkt. En þeir hafa setið ennþá þrátt fyrir þetta og komið sér hjá því að halda aðalfund. Núna síðast 14. maí þá buðust þeir til að halda aðalfund og það sem við höfðum bent þeim á lengi var það að kjörskráin þeirra var röng. En á þeim tíma þegar dómurinn féll þá vorum við ekki með rétta kjörskrá. En svo fengum við við þurftum að fá mann með tölvukunnáttu til að finna í gömlu tölvu Mýr kjörskrána og félagatalið og þá lögðum við það fram og við bentum á að ef að þetta fólk fengi ekki að sitja aðalfund að þá væri fundurinn klárlega og ólöglegur. Og hann var blásinn af? Já, þeir blésa hann af og blekkt okkur með því að segja okkur það að við skildum þá bara stofna sáttanefnd og ég skildi það þannig, ég var mjög feginn með þessa tillögu að fá sættir því að ég skildi það þannig að þá myndum við skoða félagalistan og kjörgögnin og fara yfir þessi mál og hélt að vera hægt að leysa úr þessu í bræðlagi. En það reyndist ekki vera því að þegar allt kom til alls þá hafði þetta bara verið notað sem agn til að fá okkur af vettvangi og blása aðalfundin af því að við vorum í meirihluta þarna og hefðum getað kosið nýja stjórn þar sem að þessi stjórn hefði ekki náð kjöri, augljóslega ekki. En þið ætlið að hafi boðað? Eftir þetta þá sendum við þeim bréf eða formanni fyrrverandi stjórnar sem eftir var og buðum upp á það að aðstoða við aðalfundin og því að við ætluðum að halda aðalfund í krafti neyðarréttar og því var hafnað þessu boði og á þeim grunni þá bara boðum við til þess aðalfundar í þeim tilgangi að reisa félagið við. Og þetta félag með heilmikla sögu. Þú hefur sjálfur verið félagið til 50 ára. Meira en 50 ára. Meira en 50 ára? Já. Og hvernig í ósköpunum flæktist inn í þennan félagskap? Já, það var þannig að í gamla daga þá var ég gallarður sósíalisti og ég hafði og þá horfði maður til þessara fyrirmynda sem að við sáum þessu sósíalísku ríki og ég hafði áhuga að kynna mér það og það var nú kannski ekki allt eins og maður hafði vonast eftir, ég skal viðurkenna það en ég fór til Rússlands og
og ég sé alls ekki eftir því að ég kynntist aldrei menningunni þar og fólkinu og það var elskulegt fólk mjög og ég áttaði mig á því, ég var bara 19 ára að náti í Moskvu að ég fer á Borgarbókasafnið og ég sé sko fleiri metra af íslenskum bókum og þá sé ég bara hvað þetta eru rosalega mikil samskipti, menningarsamskipti og reyndar viðskiptasamskipti sem að þessi ríki höfðu og síðan meir fékk ég áhuga að kynna mér þessa sögu og einhverju leyti spilaði Mír inn í það sérstaklega og eingöngu náttúrulega menningatengslin og þarna kynntist ég að fólki líka í Moskvu sem að rússnesku fólki sem talaði íslensku ég minnist Steplan Kavinski sem að koma gerð stóru íslensk rússnesku orðabókarinnar sem að bara geysilega merkilegt afrek og það var yndislegt að hlusta á hann hvernig hann talaði íslensku gamalt sveitamál hálgerða forn íslensku virkilega skaman, ég geti sagt marga sögur af því. Já, þetta eins og segir, það svo rosaleg saga og þetta eru svo mikilvægt tengsl og þau, grundvöllur þessari tengsla menningin, þetta menningafélag. Já. Og svo auðvitað friðarbandalag líka. Já, algjörlega. Og, já, og Það hefur borið mikið á fordómum í garð Rússa, núna kannski eðlilega, segja sumir. Það stríð í Úkraínu og það auðvitað hryllingur. Það hafa verið alls konar stríð í gegnum tíðina út allan heim og en það breytir því ekki að fólkið gott. Já. Það ekkert endilega stríði. Bandaríkin hafa tekið þátt í flestum þeirra reyndar, þessum stríðum. Nú, ég ætla nú ekki að fara að rekja þessa Úkraínu-deilu, hún er náttúrulega miklu merkilegri og stærri og leiðilegri kannski heldur en Ríkisútvarpið hefur rakið. En Mír hefur ekkert með það að gera. Nei. Ekki neitt. En það snýst félagskapur Mír, þetta bara fólkið og menninguna og ballettin, Bolshoi-ballettin kom nú hérna á vegum Mír eitthvað tímann. Já, allavega reyndu við félagið, ekki ég, en félagið reyndi að greiða götu þess og það ég hef skoðað Bolshoi-ballettið í Moskvu, en ég var of ungur til að komast á Bolshoi-ballettið þegar hann kom til Íslands, en en ég ætla að segja að ég held að Ísland sé eina NATO-ríkið, allavega eina Vestur-Evrópuríkið sem hefur fengið Bolshoi-ballettin í heimsókn og hann var sýndur í Þjóðleikhúsinu. Hann var alltaf löngu fyrir Borgarleikhúsið eða meira segja löngu áður en að Háskólabíó kom en þetta svo langt síðan og og svo að því að ég var í þorskastríðunum og ég alveg ættjarðinu líka sko og þá spyrja menn, hvað ertu ekki þjóðernissinni? Já, erum við það ekki öll? Ég meina okkur þykir okkur ekki vænt landið okkar, fólkið okkar og sveitin okkar og svo bara með. Og þar með held ég að sé bara forseta til þess að geta þótt vænt annað fólk og aðra þjóðir. En ég komst að því að því ég er aldrei gaman að sögu, sérstaklega Íslandssögunni, að þá ég séð bara hvað Sovétríkin hjálpaði okkur mikið. Við vorum með þeim fyrstu sem að viðurkenndu lýðveldið okkar 1944, 17. júní. Ég þori ekki að fullyrða hvar þeir voru í röðinni, en þeir voru bara einir af fyrstu 3-4 allavega og sem gerðu það. En stóra hjálpin kom frá þeim 1952 þegar við færum út landhelgina í 4 sjómílur og menn segja 4 sjómílur, var það svo mikið úr 3 sjómílum? Já, það var risa mikið vegna þess að þar með þá lokaði við fjörðum og flóum
Íslands af því að það var miðað við grunnlínupunkta. Það var ofboðslega merkilegt. Bretar voru ekki til í þetta, þeir voru okkar stærsta viðskiptaland. Þá þeim tíma vorum við aðalega að flytja út ferskan fisk, togararnir sigldu með fiskinn út. Það voru ekki svo mikið frystihús á þeim tíma. Og þeir voru helstu lánveitendur Íslands líka, Englandsbanki. En þarna sett viðskiptabann á Ísland. En þá það Sovétríkin sem koma til hjálpar og þeir gera hana risastóra vöruskiptasamning við Ísland. Þeir skuldbinda sig til að setja 0 tolla á allar íslenska vörur og þannig fengum við frystihús í hvert þorp. Við fengum niðursiðnaðinn, málningariðnaðinn, skinnaðiðnaðinn og svo framvegis. Og að því við heldum okkur við söguna, þá var Lavrov, hann var lítill drengur þegar þetta var, Sergej Lavrov, utanríkisráðherra Sovétríkjanna, en hann kom til Íslands með mömmu sinni, frú Lavrovu, sem var yfir viðskiptanefndinni sovésku á þeim tíma, samdi fyrir hönd þeirra við Ísland, og hún var mikill haukur í horni fyrir Íslendinga og lamdi í gegn samningana. Já. Sín megin. Og þannig að Lavrov var ábyggilega Íslandsvinur á þeim tíma og lengi frameftir. Ég veit nú ekki með dag, af því að nú erum við með utanríkisráðherra sem að hafa áhuga fyrir öðru. Já, það víst. Já, og þekka ekki söguna. Og hérna... En það svona kannski svolítið mikilvægt að blása lífi í menningafélagið. Já, við... Til þess að halda þessari sögulofti og... Já, og við ætlum að halda aðalfund á morgun klukkan 14:30 í nýja hjálparæðishesskastalunum á Suðurlandsbraut 72. Já. Og ég hvet alla vélunar af Mýr, nær og fjær, að koma ef þið geta. Já. Það allir velkomnir á fundin og bara endilega komið, bara... Og verður hægt að skrá sig í félagið og stannum? Það verður hægt að skrá sig á lista, og við munum hafa samband við alla. Já, og svo verður tekin afstæða til þess að... Já, við munum samþykja allt gott fólk, já. Sko, það hefur verið lengi þannig að það hafa ekki komist inn í Mýr. Jafnvel þó að fólk hafi borgað félagsgjöld, það hefur ýmist verið endurgreitt, þeir eru nú hætti því núna, en þeir hafa bara ekki tekið neitt fólk inn. Nei. Og það þessi fyrrum stjórn, eða þessi bráðabirgða stjórn sem að... Já, þessi ólögmæta stjórn. Já, og það fullirt í einhverjum viðtölum við á að það séu nú bara 18 manns í Mýr. Já, það kólrátt. Við erum með félagalista úr tölvunars Ívar sem var nú formaður hann í 40 ár. Já, blessuð sé minning hans. Og blessuð sé minning hans, hann var góð maður, lést háaldraður núna fyrir tæpu ári síðan. Og hann var mikill baráttujaxl. En hann, eina sem ég get sagt ljótt hann að hann var bláeygur og ól við brjóst sér fólk sem hafði ekki alltaf gott í huga. Nú ég kannski vondum maður að segja þetta. Já, en það nú bara eins og það en með fundin á morgun, það sem sagt, þeir eru með þetta félagatal frá Ívari. Já, og ég ætla að segja, það eru allir velkomnir, en við ætlum að kjósa stjórn á morgun og formann og stjórn og það verður og ólögmætt brottvikning mín verður borin til fundin. Já, einmitt. Já, og hérna... Þetta auðvitað, þeir sem kannski þekki ekki til þá hefur þetta heilmikil forsaga þarna því sem þú segir með brottvikningu þína. Já, þetta svolítið kjánalegt af því, sko, ég vikið fyrir það og ég vil venda Mýr og viðhalda. En hvað það, að ég ætla ekki alltaf óla við það. En það vil nú væntanlega vera ólögmætt. En þeir sem að geta tekið þátt í kosningunni eru engungu þeir sem eru á listanum af því að
auðvitað viljum við fá alla, Já. en að því að við erum að gera þetta sanngjarnt, en því miður þá verðum við að gera þetta fyrst og fremst löglega. Já. Sagði ég því miður, já, það er bara þannig. Já, við verðum að því að þetta verður vantarlega rætt að ég fengi að hennan fund. Já. Og lögmæti hans, og þá verðum við að gera allt eins lögmæti eins og við getum, og þess vegna erum við það bara skráðir félagar sem að taka þátt í kosningunni. Og enginn hefur getað skráð sig síðustu Og allir eru velkomnir líka þessi fyrirverandi stjórn. Alveg sama hverja skoðunar fólk það er velkomið á fundin. Og það er ekki eins og hjá þeim að þá voruð með dyravörði og til að bæja frá og að skilja vínum Rússlands. En það er heilmikið af fólki sem hefur sýnt mikið áhuga að rússneska samfélagi hér er stórt og sístækkandi og það eru margir úr því samfélagi sem hafa mikið áhuga á að efla þetta félag. Já, algjörlega. Og það er svo mikill auður þannig þessu félagi menningarauður. Já, gríðalegur menningarauður. Bókasafn og bókasafn, kvikmyndir og listaverk sem fólk hefur gefið að mikill gjafmeldi. Kúrikei gaf til dæmis Alessandra Argonova Kúrikei, listakona, sem liggur illa handin núna og ég hugsa hlýtt til hennar, hún er á sjúkrahúsi og hún er rosalega þakklátt fyrir hennar fund á morgun. Og ég veit að hún sendir okkur hlýjar óskir og vonar þess að flesti mæti. Hún gaf öll verk sín til mér, eins og hún sagði að því að börnin mín er íslensk og barnabörnin og ég vil að þau fá að njóta þess og hún var alveg miður sín þegar að hún heyrði að... Og Kúrikei er þetta eina af þessum svona aðalsprautum í þessu félagi í áratugi. Já. Með sjálfboða starf fyrir 1000 klukkustund að baki. Akkurat. Og þegar að ég var nú að stríðin í Kúrikei svolítið með það að dómarinn, ágættu dómari í þessu máli, hún sagði, ég trú ekki að það sé ekki hægt að finna einhverja sættir, sagði dómarinn. Við skulum reyna sættir. Já, öllum leist vel á það, allavega. Okkar megin í þeim veist það. Og þær mætti á sáttafund, án lögmanna, Kúrikei og Rósa, Ragnhildur Rósa. Þær eru eiginlega jafnöldur, sko. Og kona ekki að íva, sko. Og þeir voru með svo mikið dónaskap að Ragnhildur, hún fór nú bara að gráta. En ég sagði við Alessandru það hefði bjargað henni og hún heyrið svo illa. En hún sagði við mig, og hún Alessandra minn, hún sagði við mig, Siggi minn, sko þetta var ekki slæmt eins og heldur, því að þeir afhjúpuðu sig. En það var allavega engin sáttavilji hjá þeim. Og þannig að þeir fengu bara þenn dóm sem þeir áttu skilið að þeir voru ólöglega kjörnir og nú grípa þessi neyðarlög í gömlu félagana og fundurinn á morgun snýst að sameina þessa gömlu félaga og það hefur verið boðað til þessa fundar og með þessa gömlu félaga. Alla félagsmenn, það er allir félagsmenn boðaðir sem að ég náði við til. Ég bið afsökunar, hafi ég ekki náði í alla. Sko, vegna þess að það er ekki bara póststjórinn sem að kenna. Félagarlisteinn, hann er nú kannski ekki 100%. Hann er 16 ára gamall, þessi sem að við stiðjumst við. Og ég fór í gegnum hann eins og vel og ég gat og einhver eru dánir og svo framvegis. Og margir hafa flutt sem sett. En hafi ég mist af ykkur, ef þið eru hlust á samstöðuna, endilega komið á morgun 30. september klukkan 14:30 í Nýja Herkastalan. Og þú búist þið við miklum látum á þessum fundi svona eins og síðast? Alls ekki. Það er munurinn á okkar fundi og fundið sem þeir voru með, því að þeir voru með einhverja útkastara sem að voru að varna félagsfólki í inngöngu. Við bjóðum allt félagsfólk velkomið, líka þá sjálfa, alla. Og því miður óttast ég að sumir þeirra mæti ekki, kannski, en úr þessari fyrrverandi stjórn, ég veit það ekki, en þeir eru fáir. En allir vélunarar félagsins
bara velkomnir Já. og allir. Þið takkið vel á mótið þeim. Og já, þessi fundur, hann er eins og þú sagðir, hann er á morgun, þriðjudag, 30. september, klukkan 14:30 á Suðurlandsbraut í Herkastalanum 9. Já, endilega. Og við hvetjum bara alla áhorfendur og hlustendur til þess að kíkja við og já, að taka þátt í að efla þetta gamla rótgróna og félag sem hefur núna verið svolítið vanrækt síðustu ár. Já, og við eigum verk að vinna að lagfæra rótgróin og gömul samskipti Íslendinga og Rússa. Já. Sagan er svo merkilega að hún má ekki glatast. Það má ekki glatast, nei. Nei. Takk hérlega fyrir að koma inn. Takk er innilega og takk fyrir hönd gömlu kvennana sem ég er að reyna að hjálpa líka. Já, ég bara, mín ránægjan og heiðurinn. Já, takk fyrir kjára samstöð. Og tók ég við það meira hér handa við auglýsingar. Glæsilegt! Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is